þannig að þá förum við þegar við búin að fara í gegnum teikningarnar úr vélarsalnum, þessar 18 VFS og 18 RK rafkerfi Kinabots, að þá svona förum við í það að klára ferilmöppuna, eða að þá eru öll verkefnin sem við þurfum að fara yfir og kannski athuga með að bæta inn myndum, til dæmis úr 18B sem að er hérna feedback rafali, og þá getum við borið saman ef við erum með sínusbylgju frá rafala á móti þessari skrýtnu bylgju sem við fengum frá feedback rafalan, og þar er munurinn að við vorum með 1,62 í staðinn fyrir rótina 3, og ef við skoðum þegar við erum með rótina 3 þá erum við með 1,73 og það gefur okkur náttúrulega miklu eðlilegri hlutföll á milli fasaspennu, aðalspennu, fasastraums og aðalstraums. Svo að já, það eru svona atriði sem að við bætum inn í skýrslurnar og förum yfir skýrslurnar, athugum hvort að séu komnar allar merkingar á snertum og svoleiðis í þessum verkefnum. Og svo kemur ítarefni þegar þið haldið áfram og klárið og skilið ferilmöppunni, að þá er möguleiki fyrir ykkur að finna eitthvað efni nema því að við unnið við eitthvað af þessum búnaði, að við vitum einhvern rafala sérstakann, kannski getið sagt eitthvað frá honum, fengið myndir af honum eða eitthvað slíkt, og gæti verið þessuna úr einhverju virkjun eða eitthvað sem að, þannig að þegar við erum búin að læra rafala, og þá getur farið að þið kannið sjálfur hvað þið getið fengið að upplýsingum svona rafala og sjá hvernig hann er uppbyggður, hvort að hann er með enga kolbusta og sleiturringi og svoleiðis, hvort að þetta sé allt saman til dæmis yfirfært með segursviði, segurvagnastraumurinn og slíkt. Þannig að við myndum fjallaði þá rafala, og síðan varandi mótor, bara að taka dæmi einhvern mótor og útbúa umfjöllun hann, og síðan umfjöllun eitthvað rafkerfi. En þetta gildir 5% um rafala, 5% mótor, 5% svona rafkerfi, ásamt kerfismynd úr einhverju, kannski einhverjum báti eða skipi eða einhverjum slíku helst, og síðan umfjöllun tæknibúnað, til dæmis eins og autogen eða autotroll eða tvíburabtroll eða einhvern búnað sem að er notaður í skipum. Þannig að þetta er svona hugmyndin að þessari ferilmöppu, þar sem að öll verkefnin koma inn, allar teikningarnar úr 18 VFS og 18 RK, og síðan umfjöllun rafala, umfjöllun mótor, umfjöllun rafkerfi og umfjöllun svona tæknibúnað kemur saman í eitt. Já, það þarf ekki að vera einu skjali, þetta má bara vera allt inni í þetta skilahólf. Það fer bara allt inn, hvert og eitt verkefni getur farið inn sem eitt skjal inn í þetta skilahólf sem heitir ferilmappa, sem að gildir þá 10% af áfanganum. Við skoðum aðeins námsáætlunina, hvort að það sé ekki örugglega þannig að einkunnarreglan, hún náttúrulega kemur fram líka í innunni, einkunnarreglan, þannig að skýrslur og ítarefni ferilmappa, þetta er 10% af áfanganum. Heimaverkefnin voru 5% og síðan voru hlutabrófin 18% og síðan er lokaprófið 31%. Sko, næsta próf sem er þá í næstu viku, það er þá ekki lykilmannsþáttur þar, heldur það verður náttúrulega bara í síðasta prófinu sem er vikunni þar á eftir. Og þannig að þá
veitum við hvernig að við endum þessa spönn og nú vindum við okkur bara í verkefnið. Þannig að ég er með þetta 18FS sem að ég náði hérna í. Þið kannski, ef þið eru með tölvur þá getið þið opnað þetta. Þetta er sem sagt undir heimaverkefni rafkerfi skipa 18FS og 18RK og þetta er verkefni hérna 18FS pluss myndir sem við byrjum á. Og það er hérna. Og þá myndum við byrja á því að finna þátt fyrir afrofa og undirspennusbólur og slíkt sem sagt fyrir fylgihluti. Það er þetta að setja þetta inn í, já það er svona bara hérna undir nafnið á þessu og vinna verkefnið þá þannig. Þá ætla ég að hérna, finna líka myndir sem að snúa þá á réttan hátt, sjálfsagt þessi hérna. Þá get ég sett þennan rofa, bara setja hann á næstu síðu þannig að það er mynd 1, síðan er mynd 2 hérna og það er rafalinn 1 í vélasalnum og þetta sé þá ekki hérna Caterpillar vélinni, gæti trúað því. Það er, kannski hérna að sjá það á stærðinni hérna. Það er samt ekki skráðar stærðir akkurat hér, þá er það mynd 3. Hérna er svona kerfismynd þar sem við sjáum safnteinana, á ensku kallað busbar. Þess að við erum með rafala 1, jú, hann er 150 ampere, það er minni rafalinn. Þetta kemur hérna frá Caterpillar vélinni. Og Cummins vélinn er hins vegar með rafala, það er Marcon rafali. Þar erum við með 300 ampere rofa. En við erum með 150 ampere rofa frá Caterpillar vélinni þar sem að við erum með Stamford rafala. Það er sísegul rafali á endanum. Það er munurinn á þessum tveimur rafalum. Stamford rafalinn á Caterpillar vélinni, hann er með sísegul rafala, svo hérna aðal segulmagnaður rafala og síðan aðal rafala. Þetta eru rauninni 3 rafalar inn í einum rafala. En Marcon rafalinn hérna með þennan 300 ampere rofa, þar erum við með aðalega 2 rafala, það er þá hérna segulmagnaður rafalinn og síðan aðal rafalinn. Og hér eru tákn fyrir þessa íhluti sem eru í listan og þannig að við byrjum til dæmis á því, við myndum bara nota hérna snipping tool til þess að fara hérna og ná í þetta hér og færa það inn á verkefnið sem að er hérna. Þetta við, ég þarf að færa til, já hérna. Þá er þetta afrófar. Það er svona almennt tákn, þetta var 150 ampere rofinn og það er sjálfsögur alveg nóg að taka bara eitt dæmi hann og síðan undirspennusbóla og mótor, það er því að þetta er sem sagt mótordrifin rofi og þannig að já, ég þarf að færa þetta allt saman yfir á hitt
taka inn þá, þetta var mynd nr. 3, svo kemur mynd 4, það er rafala 2, mynd 5, það er taflan sjálf sem sagt, útlitsmynd af ljósavélatöflunni með samfessunarbúnaðinum. Já, ég ætla ekki að gera þetta, já, verð hérna, ég opna þetta hérna. Sæll, velkomin. Og þá setjum við þetta hér. Svo þá bara síðasta myndin sem við ætlum að taka inn. Og það er álagið. Svona. Svo að þá hef ég hérna verkefnið og get sett inn undirspennusspóluna, táknið af henni. Ég þyrfti líka bara að sýna ykkur hvernig undirspennusspólan virkar og ég hef líklega ekki gert það ennþá, er það nokkuð? Munið nokkuð eftir að ég hef komið og sýnt ykkur undirspennusspólu í svona apróa? Held ekki. Setjum við þetta hérna. Hérna er komið tákn fyrir undirspennusspólu og svo tákn fyrir mótorinn hérna, það er M hérna. Það setja vorum við táknastærð. Svona, hérna er þetta. Og mótordrifinn Alfa-Romeo, hann er með náttúrulega þá sitt tákn hérna. Það er þetta hér. Svo sem allt í lagi að hafa þetta með, sko, að þýðir í rauninni að það er ýmislegt sem að tengist saman inn í þennan kassa, skiljið. Það er sem að hefur áhrif á útleysingun á Alfa-Romeo. Mótordrifinn Alfa-Romeo, við getum verið með bakhafsvörn, yfirráðsvörn og svo náttúrulega eru skafnsvörnin á honum sjálfum. En það tengist undirspennusspólunni sem sagt bakhafsvörnin og sem sagt þessar rafeindabúnaður yfirráðsvörninnar og það er allavega í þessu kerfi aðalega bakhafsvörnin og yfirráðsvörnin. Síðan Q3, þetta er rauninni landtengingarrofinn og hann væri þá í yfirlitsmyndinni hérna á mynd 3. Q3, hann er þá, lítur það svona út. En allir þessi rofar eru með undirspennusspólu til þess að þau færi út ef að stýrispennan fer út eða maður slekkur eða einhver varnarbúnaður fer út, tekur hann út. Þá er það, og rýfur það strauminn af undirspennusspólunni og hann dettur út. Síðan er fasavíxlari næstur. Þá sjáum við, þá vinnir þetta svona áfram og þá höfum við hérna á mynd 3, þar er fasavíxlarinn. Og í rauninni þetta er sem sagt svona einlínumynd. Svona höldum við áfram með þetta verkefni
sem að þið getið unnið í núna eða heima, unnið hérna í tímanum. Við erum náttúrulega sem sagt komnir með allan tíman þar sem við erum að undirbúa okkur, nema núna getum við þá bætt við þessum táknum og síðan þurfum við náttúrulega aðeins að undirbúa okkur líka að reikna fyrir bara lokaprófið, en nú einbeitum við okkur að prófið 3 sem sagt. Og en næst hérna afprófarnir og annað slíkt, að þetta er þá á blaði blaði 7 og þeir líta allir mjög svipað út. Ég tek bara sem dæmi að prófa Q4, þá kemur það hérna. Svo þetta er það sem að þið eigið að gera, það er að kynast þessum táknum. Þessar myndir náttúrulega eru af eldri búnaði og eldri staðli og hérna við þurfum að vera jafnvígir á því að lesa nýjan staðal og gamlan staðal. Svo sjáum hérna eru sett ekki hringir á afprófanum þessum. Það er ekki víst að það sé nákvæmlega táknað svona í dag. En því að staðalirnir hafa breyst líka. Og svo hérna, sko, þessir eru þá líklega annarri stærð, þessi afprófar. Og undirspönuspóla, þá er það náttúrulega bara sama tákn á hérna. Og varnarbúnaðurinn, já, það gæti verið hérna, það sé á yfirlitsmyndinni hérna númer 3. Já, það er sennilega betra líka þá að taka þetta af þessari mynd sem er númer 3. Þá hérna Q4, hann er ekki með neina merkingu hérna á síðustu blaðsíðunni. Svona er kannski betra að taka þessa merkingu hérna. Þessu eru 40 ampera rófar. Sjá, ég bara skipta honum aðeins út, setja þannig í staðinn. Og svo eru stærri rófar frá Q8. Q8, já, það er 75 ampera. Þá getið þið farið að tína þetta. Svona. Svona, þetta er þá varnarbúnaðurinn er í rauninni inn í þessu. Sjá hérna að hér er yfirráðsvörn og skammhliðsvörn inn í þessu hérna, inn í þessa afpróf. Og það eina sem maður vantar inn á myndina væri það að bæta við hérna undirspönuspólunum. Varnarbúnaðurinn er þarna til vinstri, en undirspönuspólan ætti þá að koma bara hérna fyrir neðan. Svona, og þá erum við konum með það. Við sjáum þetta samlega, það ekki? Svona stórt og svona. Já. Herði, svo er hérna voltsnarar. Það er til þess að geta skipt á milli til að sjá spennuna á mismunandi stöðum, mismunandi fösum. Þeir eru kallaðir voltsnarar. Svo líka ampersnarar. Þeir eru náttúrulega til þess að skoða hvort hvað er mikið álag á hverjum fasa. Þau farið einn fasi inn, L2, L3 skipt á milli og séð hvað er hvað. Í þessu kerfi þá eru gömlu merkingarnar, gömlu landmerkingarnar, það er RS og T. Við kannski búin að segja ykkur frá þeim áður, en það er hérna sem að þið kannski eftir að rekast á. Og sjáu líka á búnaði hérna hjá okkur. Og í rauninni R-ið, RS og T, þýðir í rauninni bara þá R-ið er L1 og S-ið L2, T-ið L3. Þetta er ekkert flóknara en það.
búið að breyta staðlinum og yfirleitt heitir það í dag orðið bara L1, L2 og L3, í rauninni bara line 1, line 2 og line 3 í sem sagt búnaði sem að heitir yfirleitt þá bus bar, sem sagt, já. Já, það er skilahólf á þessu. Skoðaðu bara verkefni, það heitir ferilmappa. Já, er þetta fyrir? Já, þetta fer inn í ferilmappa. Já, fyrirgefðu, já. Þetta fer bara, er bara eitt af skjölunum sem að fer inn í ferilmappa. Við erum búin að klára þetta. Það er mál, ok? Fínt er. Þá hérna, sem sagt, botnsnarar, þeir eru þá það er til dæmis á blaðsíðu, ef ég fer aðeins í þetta hérna, sýni ykkur þessa mynd hér af rafal 1. Færi hann aðeins hérna yfir, tek bara hluta af henni til þess að sýna ykkur. Þessi hérna, við sjáum þetta núna og þá sjáum við hérna er voltsnari og ampersnari og síðan er hérna þessi vaffrofi. Þetta er fyrir útleiðslumælingu. Hérna mælið sem er lengst til hægri. Sjá ef ég geti skrifa eitthvað aðeins inn á þetta. Hérna, já, kannski. Þannig að nú sé ég þetta hérna betur, sem sagt. Það sem við erum að tala um spennusnara, voltsnara, það er þessi hérna, sjáu þið, þessi S1 hérna. Þetta er spennusnari, straumsnari er svo þessi hérna til vinstri, en þið sjáu það fer inn á ampemælinn. Við erum í rauninni bara að velja þann fasa sem að fer í gegnum straummælinn frá eftirvafi á straumspennu. Hvar eru straumspennarnir? Það er straumspennarnir eru þessir hérna svörtu kassar hérna, teiknaði eins og viðnám, svo spanviðnám. Þess að forvafið, þetta getur í rauninni bara það að kapallinn er að fara í gegnum straumspennu. Eftirvafið er þá vöf sem að tengjast inn á allan búnaðinn sem er hérna. Sem sagt, fer hérna frá fyrsta straumspennum hérna inn á barnabúnaðinn, gegnum hans eru næsta inn á afmælinn, frá afmælinum inn á kós-fí-mælinn, frá kós-fí-mælinum inn á ampersnaran og það getur verið að við séum að mæla strauminn í þessum fasa og svo fer þetta tilbaka hérna í gegnum tenginguna hérna og það er komin með straumrás í gegnum fyrsta fasan, gegnum eftirvafi og straumspennu. Nú getum við bara valið hvaða fasa við erum að mæla hérna af því að það fara allir öll eftirvöfin inn á ampersnaran og þannig erum við í rauninni að lækka strauminn niður til þess að geta mælt hann, til þess að geta farið með hann gegnum alls konar mælitæki með straumspennu. Hlutverk straumspennuna er að minnka strauminn niður í viðráðanlega stærð til þess að við getum notað hann í mælingar og notað hann í útsláttar, öryggis, varnarbúnað og slíkt. Þannig að þá hérna ætla ég að taka bara þess að táknið af þessu næst. Og þannig að þannig merktur hérna S1 sem sagt, spennusnarinn og við vorum fyrir hérna svo kemur hérna S2 og S5, já. Við erum búin að rofi, spurning hvort þetta er þá fyrir S2, já.
Já, þetta er í rauninni rofinn fyrir útleiðslumælinguna S2 og S5. S5 er hérna, þetta er rafalag 2 já, og á rafalag 1 er sem sagt S2. Þetta er, hann er með tengingu svona út í jörð eða út í, já, það er sínt hérna jörðtenging á þessu. Þeir eru alveg eins, þannig að það er nóg að taka mynd af öðrum þeirra. Þeir líta át svona. Og þessi VAF, þetta er rauninni útleiðslumæling sem að kemur fram þar. Þetta er, sjá hérna, þessi tengist út í jörðina, þetta er útleiðslumælingar. S2 og S5 er alveg eins, þannig að það er nóg að setja annað þeirra hérna inn. Og síðan er ampersnarinn, að þá er hann hérna S3, til dæmis fyrir rafalag 1. Svona. Ok, þetta er málið. Og síðan eru ræsihnappar og rofhnappar, sem sagt, til þess að hérna setja rafalarófan inn, þannig að hérna þið tínið þá bara og skellið þeim á sína staði. S7 og S8 er alveg eins. Þetta er ræsihnappur. Og S9 er alveg eins. Rofhnappur, sem sagt það er normal closed. Það er þessi hérna. Þetta er rofhnappur. Svona, ræsihnappur og rofhnappur. Og síðan eru hraðastýrihnappar, sem sagt við höfum í sjálfsögðu ekkert sérstakt merki fyrir það. Við getum í rauninni bara leitað, bara farið á Google og flett upp á eins og variable resistor. Symbol. Þá sjáum við hérna til dæmis eins og þetta hérna, að þá getum við náð í svona tákn af þessu. Þá get ég bara tekið þetta hérna til dæmis. Þetta hérna er með svona ör, sem þýðir það er hnappur á öxli, þetta er stillt utanfrá. Þá getum við skellt því hérna inn á, já, það hérna er symbol. Þá getum við skellt því hérna, þetta er rauninni hraðastýrihnappurinn, sko. Svolítið stór mynd kannski, en svo sem væri allt í lagi að hafa mynd af hnappinum. S11, það er væntanlega bara á framhliðinni á töflunni. Já, það er náttúrulega, segir einhver ekki mikið hvað þetta er. Sýn ykkur það, sem sagt, sjáum hérna efri hlutan á töflunni, sjáum við hérna að hérna er þessi S11. Hérna er hann. Þarna er hann staðsettur. Við getum séð hérna á þá ljósmyndum, hvernig það lítur út. En það er svo smaltið að taka þennan inn líka. En í rauninni
þetta stilli mósta. Já. Og lítur bara svona út á, ég getur sett það hérna, þess vegna, hvernig hann kemur. Og svo bara næsta mál, það samfærslunarvíxlari. Já. Hann kæmi þá bara næstu síðu hjá mér hérna. Og það líklega S15 hérna. Já. Hann já. Aðeins að sýna ykkur þá myndina af þeim búnaði sjáið hérna hér að S15 hann til þess að skipta yfir á þann rafala sem á að fasa inn, skilji. Að það annar rafalinn þá væntanlega fyrst settur inn á netið bara frá því að vera alveg slökkt á öllu, þá fer bara annar rafalinn inn á dautt kerfi og þá þarf að stilla þennan S15 yfir á hinn rafalan sem við ætlum að fasa inn, af því að við erum kannski með þessa 2 rafala út í vélarsalnum. Við setjum kannski fyrst inn rafalan sem tengdur við kömmunsvélina og hann stærri og síðan ætlum við að fasa inn rafala 1. Þá stillum við inn á það fá tengingar við rafala 1 til þess að geta mælt spennuna, en við erum að taka í rauninni spennu frá safntennunum og bera saman bæði með spennumælum, tíðni fyrir augnablikið og líka hérna samfærslunarljósin. Og þannig að þegar við erum að fasa saman þá notum við alltaf ljóstímatengingu og þá sjáum við þegar augnablikið er að nálgast, þá verður miðjuljósið slökkt og verður ljós á H9 og H10. En þessi rofi skiptir þá yfir á þann rafala sem á að fara að fasa inn. Þá tökum við mynd af honum. Setjum myndina á honum hérna. Svona. Síðan neyðarstöðvun. Sko, við erum ekki með neitt þannig tákn í okkar teikningum hérna úr vélarsalnum, en við erum með önnur verkefni þar sem að þetta neyðarstöðvunartáknið og það í listanum hérna. Það hérna tákn í rafteikningum. Hérna neyðarstöðvunarrofi. Sjá, við getum notað þennan rofa hérna. Þið sjáu að þetta bara undir efni, þetta skjal. Svo eru náttúrulega fleiri verkefni þarna fyrir svona tákn. Við erum að læra raftákn. En það mjög mikilvægt þegar þið við fara að vinna við svona að þið þekkið þessi raftákn. Þannig að þið getið bæði verið viðræðhæfir við þá sem eru að lesa með eitthvað teikningar, sem það eru kannski líka rafvirkjar og vélvirkjar og aðrir vélstjórar sem eru að skoða teikningar. Það mjög mikilvægt að þið þekkið alls konar rafmagnstákn. Nú
handskippunarhnappurinn, það er spurning hvort að hann hefur verið normally open eða closed, en við vitum það nú svo ekki, ég man ekki, ég kannaði það í einhvern tíma. Þetta er til þess að S13 við sjá á yfirleitt framan á S13, já, það er alveg hægt að bara sýna það hvernig hann kemur fram á bara, við vitum ekki alveg kannski sést ekki á teikningunum sko hvort hann er normally open eða normally closed. Síðan er spennustilli mótstaða, það er í rauninni líka svona mótstaða. Og síðan eru rafalavarnir F1 og F21, þá finnum við það bara á teikningunum hjá okkur. Og það lítur þá svona út sem sagt. Þetta er svona varnarbúnaður. Það er yfirráðsvörn inn í þessu til dæmis og bakgarðsvörn, og svo eru varhús og vör og F2, ok, til dæmis svo F2, F23, ok, F2 er hérna. Og 6 og 7, þetta er bara alveg eins sko, þetta er bara öryggi. Varhús og vör, þetta er alltaf það sama. Síðan er vörn, skamflex og yfirstjórnsvörn F31. Hvað er nú F31? Jú, það er landtengingin alltaf merkt eitthvað 3. Og F31 er þá væntanlega bara framan á, já, það kemur í rauninni, sýndi bara hérna framan á töflunni. Það sýnir ykkur þetta hérna. Copy here. Svona. Þetta er hérna framan á töflunni allri þessari hér. Þetta er á neðri hlutanum, ef það og nánar tiltækið, hérna er landtengingarroðinn, þetta er rauninni yfir álags og skamhlaupsvörnin fyrir landtenginguna, F31, þetta er það. Ok. Síðan eru náttúrulega gaumljós og straummælir og spennumælir og tíðnimælir, aflmælir, útleynslumælir, samferðsluvísir, já. Já, þá hérna, þá tínið þið þetta til hérna. Þá er líka alls konar straummælar hérna í gangi og svo framvegis, þannig að þið bjargið upp með þetta.
síðan spennumælir, spennumælarnar, straummælarnar er alveg eins, spennumælir er líka á staðnum að teikningu 2, rafalag 1. Tíðnimælir, við sjáum hann á sömu mynd 2 sem sagt, hann er hérna ofarlega. Svona, þetta er tíðnimælirinn, aflmælirinn, það er raunafl, þá í rauninni, já, við, það sé sýnt einhvers staðar, þetta er rauninni aðeins búnaðurinn á bakvið sem er sýndur. Það er rauninni bara þá framan af töflunni, væntanlega. Já, það er rauninni bara kilowattmælirinn. Eins og þessi hérna, svona, kilowattmæli, þetta er aflmæli sem sagt, útleiðslumælarnir, þeir eru sýndir svona eins og með spennumælingu í sér og hérna, þeir eru á við rafalana. Þeir eru sýndir sko hérna með einhverjum 4 vírum og aðeins að sýna ykkur sem sagt hvar útleiðslumælarnir eru staðsettir að við skoðum svona seinni hlutan af mælabúnaðinum við rafalag 1 eða þessi er rafalag 2 sko, að þá eru þessi hérna mælir sem að sýna í útleiðslu. Svo við myndum nota hann. Þetta er kassinn hann tengist þarna út í jörð sko og þá er hann að mæla útleiðslu. Svona, þá er svona 4 tengingar á hann, það er sjáum þetta er svolítið sérstakt tæki. Samfélssonar-vísir, það er rauninni þá á samfélssonarbúnaðinu, þar sem að við erum með allan, sennilega er þetta hérna þá mælir sem að sýnir okkur rétta augnablikið og þá er það hérna þessi hérna, svo setja ég hér inn, sjáu þið, þetta er samfélsssonar-vísirinn, já, til að sjá hvenær rétta augnablikið er, og fasaraðarvísir, það er aðalega fyrir landtenginguna, hvort það sé rétt fasaröð, og það er mynd af honum er þá hérna, fasaraðarvísir. Þetta er á blaðsíðu 6 líklega, já, eða blaði 6, sem sagt mynd 6, 1, 2, jú, mynd 6 og spennumælir 2 tíðnimælir 2 og síðan hérna eru straumspennarnir, landtengingarspennir og síðan er sérstakur segulrófi. Já.
spennumælir og straumspennar, landingjárspennir og rafleiðir. Þetta svona, straumspennir líta allir mjög svipað út, þannig að við skoðum bara spennu mælinn þarna tvöfalda. Hann þá hérna á myndina þessum mynd af búnaðum fyrir samfélsuna. Þetta spennumælir, tvöfaldur tíðnimælir. Svo eru straumspennarnir T1, já hérna T3 til dæmis. Ég get tekið núna strax. Og svo var hérna tenging við landkabelinn. Þetta T3. Svona eins og þannig að T1 líklega fyrir rafala 1 og þá erum við með, já, það þessi mynd hérna fyrir rafala 1. Hvað ég sjá, þetta lítur alveg eins út. Þetta bara svona kassar. Við höfum svo í myndunum af kínabáta rafkerfinu, þar eru straumspennir teiknaðir aðeins öðruvísi. Þá rauninni bara kapallinn í gegn og síðan eftirvafið, það svona eins og svona lykkjur yfir eða við hliðina á. Og það þá straumspennir. Við skoðum það mjög fljótlega. Og landtengingarspennirinn, hann þá næstur að skoða og hérna hann hérna fyrir neðan fasavíxlarann. Þetta landtengingarspennirinn, hérna 380/220 volt og svo bara kló og tenging í hann. Og þannig að, já, ég ætla að taka þá bara hérna sjálfa, já, taka bara myndina af landtengingarspenninum sjálfa án þess að hafa nokkuð auka dót með. Það þessi hérna. Og hvað köllum við svona spenni? Hann einangrunarsspennir vegna þess að hann hefur alveg aðskilinn vöf í forvafi og eftirvafi. Það algjörlega aðskilið. Þannig að hann spanar upp spennu í eftirvafi vegna þess að við erum með riðspennu í forvafinu, þá síbreytilegt segulsvið í forvafinu og sem spanar upp spennu í eftirvafi. Þannig að það engin rafmagnsleg tenging þarna á milli. Þannig að skipið eða báturinn fær bara alveg enga tengingu við land, skiljið. Þá það þessi rafleiði hérna sem að settur inn þegar að landtengingin tengd til þess að koma í veg fyrir að verða of mikið álag á kerfið eða á hérna landtengingabúnaðinn, má segja. Og þannig að
Hann tengdur við, ef ég tek hérna, sko, ég ætla að taka fyrst aðeins landtengingar hlutan hérna og aðeins útskýra sem sagt hvað þar Sjá hérna að við erum með þennan K31, hann kemur inn þegar að það má setja landið inn. Sjá að Q3 undirspennusspólan í afrofa fyrir landtenginguna, Q3. Þetta hérna, þetta landtengingarrofin. Þetta land. Þetta landtengingin og undirspennusspólan, hún verður að fá spennu. Þessi hérna Q3 undirspennusspóla. Minna N undirspennusspólan merkt og jafnframt þá sjáum við hérna tenging bara strax í sérstakann hjálparliða sem K31 og hann það sem við höfum að gera eða taka mynd af. Þetta bara segulrófið. Og hann með snertu í álaginu. Hann tekur út álagið. Ég finn hérna þá snertu. Kannski ég ætla að ná í hana. Snertu, til dæmis eina snertu úr hjálparliðanum K31. Finn það. Hérna, til dæmis, þetta efri hlutin á myndinni á álaginu, hérna sjáu þið. Hérna K31 með sína snertu, merktina 71-72. Hann sést að þegar að landtengingin má koma inn, þá straumurinn tekinn af þessum hitöldum, eða þannig að hitöldin koma alls ekki inn. Þess að þá tökum við strauminn af öllum undirspennusspólunum sem sagt fyrir alla rofana fyrir álagið, afrofa fyrir álag, sem sagt frá Q4 hérna upp í Q7 og þetta líka gert á neðri myndinni frá Q8 til Q11. Þannig að allt álagið tekið út, vegna þess að annars myndi þetta bara slá út landtengingunni. Skiljið þetta? Þannig að þegar að rofinn fer inn, þá rýfur hann strauminn hérna. Ok, þannig að það ekki hægt að setja á hitöldin svona álag. Ok, þá tökum við bara mynd af honum og setjum þarna inn. Það kannski allt í lagi að hafa hann hérna við hliðina á Q3 því að þeir náttúrulega vinna saman í þessu. Svona. Þannig að rafliðin sem sagt þessi K31. Hann kemur inn leið og undirspennusspólan úr Q3 fær straum. Þá erum við í rauninni konum með allt þetta sem að öllu máli skiptir sem sagt við varðandi myndirnar sem að þarf að setja hérna inn í þetta verkefni. Og nú er ég bara þá næst í aðeins að fara í gegnum hvernig að heildar rafkerfið hérna að vinna. Við sem sagt erum hérna með safnteinana. Fyrst í rauninni þá höfum við verið að setja inn Marconi-rafalann frá Cummins-vélinni, setja stærri rafalann inn á safnteinana. Síðan Q1 fasaður inn þegar rétt augnablikið komið og hann þá örlítill yfirtíðni til að taka þátt í framleiðslunni og sjá hérna að allt álagið hitöldin sem ég var að tala
sem að voru tekin út með þessum liða, þannig að það er ekki of mikið álag á landinu, að þá fara þau ekkert inn sko, ef að landtengingin er. En ef að rafalarnir er raunni, þá komast þeir inn, þá fá undirspennusspólurnar spennu og þá getum við sett á inn. Þetta er bara handstýrt það framan á töflunni, þá er þetta að setja það á inn. Og í verklega tímanum þá lítum við aðeins yfir hennan búnað, við verðum líka að skrá niður svona upplýsingar, varnarbúnað og slíkt. Þannig að það gerum við í verklega hlutanum. Svo að þetta er mjög hefðbundið, sem sagt það eru 2 rafalar tengdir á safnteina og svo er landtengingarbúnaður. Sjáum við hérna þá efstu rofin Q3, það er bara aðalrofin fyrir land. Til hvers var svo Q31? Einhver að segja mér það? Jú. Hann skiptir sem sagt, þannig að það sé rétt fasaröð inn á skipið til þess að dælur snúist rétt áfram og svoleiðis. Þannig að það sjáum við með fasaraðar sjánni það líka. Ef það er ekki rétt þá breytum við þessum rofa, Q31. Akkurat. Og hvað er næsta stykki hérna fyrir neðan? Hvað heitir það? Já, þetta er einangrunarspennir, en við köllum hann alveg spes af því að hann er fyrir landtenginguna. Landtengingarspennir. Ok? Þetta er landtengingarspennirinn. Hvað er svo hérna fyrir neðan? Þetta er bara kapall og hvað endar kapallinn í? Þetta er tákn fyrir kló. Já, þetta er bara klóin á landtengingarkaplinn. Ok. Þá held ég að við séum búið með þetta og þá þarna vinnið þetta bara þegar þið hafið stund til þess og síðan eru líka spurningar í þessu verkefni sem að hérna eru spurningarnar fyrir neðan, koma næst eða býtum við. Nei, taflan það er fyrir ofan, alveg rétt. Það var liður 1.1 fyrst var fyrir töfluna. Og síðan er þarna telt upp á mæla sem eru í töflunni fyrir hvort rafala, fyrir sig. Svo að þá getum við talið það upp og það er spurning hvort ég finni það hérna fljótheitum. Já, svo að næsta atriði eftir töfluna, það er að telja upp á mæla sem eru í töflunni fyrir hvort rafalan og það eru spennumælir, straummælir, tíðnimælir, fasviksmælir, afmælir og útleiðslumælir í töflum fyrir hvort rafala. Þið getið skoðað náttúrulega þessa upptöku og tekið það frá henni. Síðan hvaða hlutir eru merktir S7, S8 og svo framvegis. Já, þið getur líka tekið mynda þessu, það er mjög gott. Hlutur merktur S7 er ræsinappur og S8 er rofnappur. S7 til að setja rafalarófan inn og S8 til að taka rafalarófan út. Hlutverk þeirra er að aftengja rafala við safnteinana. Og hvað hlutir eru merktir F1 og F21? Og hlutur merkt F121 eru yfirálags og skammstöðsvarnir. Hlutverk þeirra er að slá út rafala af safnteinum ef yfirálag eða skammstöðsverður til staðar. Og reyndar í þessu F1 og F21 það er líka backups vörn. Ég bæti ekki hérna bara við yfirálags
Sko skammhljómsvörnin undir rofanum, þannig að segjum kannski hérna bara í staðinn bakaflsvörn. Bakaflsvörn, hlutverk að slá rafalann út við yfirálag, bakafl eða skammhljómp. Svona, þá ég búinn að breyta þessu. Þá má taka aðra mynd af þessu. Hvaða hlutir eru merktir H1, 2, 3, 4 hlutverk? Þetta eru gaumljós hlutverk að sýna hvenær snertur eru lokaðar, inni og úti. Þá kveikt á gaumljósinu og straumur fer í gegnum snerturnar á rofanum. Þetta er aðalega upp á hvaða rafalarof inni og hvaða rafalarof úti. Hvaða hlutur eru merktur R1 á teikningunni? Hvert hlutverk? R1 spennustillimótstaða, hlutverk að stilla spennuna sem gefur rafalanum til að jafna út launafli til dæmis á milli rafalana. Og ef að það engin sjálfstýring á launaflsjöfnuninni, þá þarf að jafna launaflinu milli með því að hafa áhrif á segulmagnastraumi. Þetta er spennustillimótstaða sem hefur áhrif á segulmagnastraumi. Til þess að hækka eða lækka launstraum eða bara hafa rétta spennu út. Hvaða hlutur er merktur S11 á teikningunum og hvert er hlutverk? S11 er hraðastjórnarhnappur, hlutverk að stjórna hraðanum á rafalanum. Annar rafalinn er væntanlega kannski bara með rofa, getur verið, sem að gefur bara til auka hraða eða núli, þá gerir hann ekki neitt og svo til vinstri það minnka hraðan. Það geti líka verið þannig rofi. Þeir eru líka til í svona búnaði. Síðan er að hvaða hlutur er merktur S13. Það er S13 er endurskipunarhnappur fyrir rafala 1. Það er svona reset fyrir afrofan. Hann setur rafalarofan í 0 stöðu væntanlega eftir að yfirráðsvörnin hefur slegið honum út. Svo sé hægt að tengja rafalann aftur. Því að rafalinn þegar hann fer út, hann er gott með því að maður stoppar eða hann slæðir út, þá fer hann í svona kallega trippstöðu. Það taka hann úr þessari trippstöðu yfir í 0 stöðu og það er þá gert með þessari reset taka. Hvaða hlutur er merktur T1 á teikningunni? Þetta T1 er straumspennir. Til þess að lækka strauminn sem kemur frá rafalanum hlutfallslega, þess að hægt að mæla hann með mælitækjunum. Og við erum með mælisviðið frá 0 til 5 ampere. 5 ampere er hámark gegnum straummæli til dæmis, eða hvaða mæla búnað sem við erum að tengja í gegnum, þarna í vélasalnum til dæmis. Hvaða hlutur er merktur M á myndinni? M táknar að afrofin er mótordrifin og þá sér það að hreyfa velræna hluta afrofans, þetta M. Telja mæla búnað sem er til samferðsunar, það eru samferðsunarljósin og tvöfaldur spennumælir, tvöfaldur tíðnimælir náttúrulega líka, samferðsunarvísir og síðan er tvöfaldur tíðnimælir og svo er náttúrulega fyrir rétta augnablikið. Þannig að það er, sjáum náttúrulega framan á töflunni hvernig þetta er. Og hlutverk rofans S14 á teikningunni, það er endurskipunarhnappur, reset hnappur. Og telja upp á hluti sem að tilheyra landtengingabúnaði, að það er gaumljósin, H12 og 13 og svo framvegis.
aðeins að leyfa ykkur að landtengingar búnaðurinn, það erum við með hérna alltaf Q3 sem aðal rofinn, aflrofinn og fasavíxlarinn Q31. Við erum með fasa radarsjá, straum- og spennumæla. Svo erum við náttúrulega með rafleiðan þetta K31 til að taka út álagið. Og í Q3 þar erum við með skammhlaupsvörn og yfirráðsvörn og svo náttúrulega landtengingarspennirinn. Það hérna þessu tilheyrir, þessu búnaði. Síðan á það eru hérna tvær lokaðar snertur merktar Q1 og Q2 og það eru snertur sem sagt til þess að leyfa landtenginguna að koma inn. Það er verið að tala um þessar snertu hérna, Q1 og Q2, þannig að báðir rofarnir verða að vera úti. Það þarf að vera slökkt á þeim svo við getum sett inn landtenginguna. Þá getum við sett Q3 inn. Því ef að annar rafalinn til dæmis inn á netinu og þá þessi snerta, hún í rofinni stöðu, tengir sem sagt ekki, þá ekki spenna á undirspennusspólunni, þá getum við ekki sett inn landtenginguna, ekki fyrir að við erum búin að slökkva á þessum rofa. Það verða báðir rofarnir vera slökktir. Það má ekki vera nein framleiðsla inn á safnteinana. Við þurfum að hafa allt slökkt. Þess að það er talað um að sé svona dautt augnablik þegar að við tengjum landtenginguna, að þá tökum við sem sagt út rafalann út af safnteinunum og bara þegar við náttúrulega búin að undirbúa þetta, við erum búin að athuga hvort að það sé rétt fasaröð og annað slíkt, þá getum við sett landið inn strax. Þegar við bara tökum út seinni rafalann og þannig að það ekkert inn á engin framleiðsla í gangi og þá setjum við landið bara strax inn. En þetta getur verið bara smá augnablik. Þannig að við getum þá fengið inn allar dælur aftur til dæmis, en kannski þarf að ræsa einhverja dælur sérstaklega aftur. Þannig að þetta svona öryggisatriði og svo náttúrulega bara til þess að undirspennuspólan komist inn, þá náttúrulega má ekki vera ýtt á S31. S31 rauninni bara til að slökkva á landtengingunni. Það bara til að taka landtenginguna út, þannig að við getum sett inn rafalana aftur, sko. Ok, þetta var þetta hér, tvær lokaðar snertur í hvaða rofum. Þetta í aflrofunum, þessar tvær snertur sem við vorum að skoða. Og þessar snertur í aflrofunum, það sjá til þess að það sé ekki hægt að setja landtenginguna inn ef annar eða báðir rafarnir eru inni eða tengdir. Síðan hérna í landtengingabúnaðum eru tveir hliðtengdir rofar Q31 og þetta náttúrulega, sjáum við þetta hérna, Q31, það sjáum við hérna fasavíxlara til þess að sé örugglega rétt fasaröð inn á bátinn, þannig að allar dælur snúist í rétta snúningsátt, svona 3 fasa mótorar snúist í rétta snúningsátt. Og það prófum við með þessari hérna fasaraðavísinu eða fasaraðasjáni og sjáum við hvort þessi rétt fasaröð áður við tengjum landið. Ok, hlutverkið að víxla einhverjum fösum landtengingarnar ef snúningsáttin vitlaus, fasavíxlari. Okay. Síðan hérna næsta, hvað gefur gaumljósi H13 til kynna þegar það lýsir? Þess að þetta getur kynna hvort aflrofi landtengingar úti eða inni því snertan en sé
og lýsir því þegar hún úti. Já, ok. Þannig að H13, það þetta hérna, H13 það sýnir þegar landtengingin úti. Þetta teiknað í normali, í hlutlausu ástandi, þannig að H13 sýnir að landtengingin sé úti. Svo hérna, hvað hlutverk spólunnar sem minna en og hvað staðsettar í búnaðinum? Þetta hlutverk þeirra að leysa út aflrofa þegar straumur rofnar að þeim eða þegar spennan mjög lág. Það staðsettar í vélræna hluta aflrofans. Til að sýna ykkur þetta undirspennu spólur. Hvers konar varnarbúnaður staðsettur í aflrofa? Þarna yfirstraums- og skammstraumsvarnir í öllum aflrofunum. Hvað þýðir merkingin 3x10 mm í öðruveldi? Þetta á teiknunum hérna frá aflrofa Q10 og þetta þýðir að þetta þryggjafasa, þetta tvö stykki af þryggjafasa leiðurum og þetta tveir 10 kvadrat leiðarar. Og hvaða tilgang hefur strykkveðlínukassinn? Hann sýnir afmörkun fyrir aðaltöflu rafalans. Og til hvers undirspennuspólur staðsettar í aflrofan fyrir álagið á teikningu 1618. Þetta staðsettar til þess að slá öllu álögum sem á kerfinu ef aðalrofinn slær út. Þá tryggt að það sé hægt að setja inn aflrofana þegar ekkert álag inni. Þannig að það undirspennuspólan í öllum þessum hérna, sjáðu undirspennuspólunar frá Q4 upp í Q7 og frá Q8 upp í Q11. Ef þær ekki með spennu, ef allt fer út, að þá detta líka álögin út. Þannig að það ekkert álag inni þegar við setjum inn annarkot rafala eða eitthvað, eða landið eða eitthvað. Og svo hlutverk rafleiðans K31. Hann sér það að það sé ekki hægt að setja rafalana inn ef landtengingin tengd inn á safntennuna, til dæmis. Það líka, já, gerir hann það líka. Sjá. Ætla að athuga með hérna fá aftur inn hérna sandfössunar búnaðinn, hann hérna. Byttur við, hvað hlutverk gegnir rafleiðin K31 og 63, byttur við, það ekki 68 og 6, sjá, þetta 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 6, já, þetta 6, ok. Rafleiðin hérna, sko, ef að landtengingin inni, K31, landtengingin inni, þá sjáum við hérna K31, hann líka með snertu við rafala 1, það hérna, K31, hann kemur einmitt í veg fyrir það að sé hægt að setja inn rafalarofan sem hérna. Hérna snerta úr K31. Þannig ef að landtengingin inni, þá ekki hægt að setja rafala inn á safntennuna, inn á netið. Þannig að það ekki hægt að tengja saman land og rafala. Eða ekki hægt að framleiða til dæmis inn á land. Það bæði í þessum og fyrir rafala 1 og líka fyrir rafala 2.
Hérna er sambarlegt fyrir rafala 2. Hérna er K31 snerta. Kemur í veg fyrir að sé hægt að setja rafala inn á samtennuna ef að landtengingin er nú þegar inni. Já, séru þá ekki sé hægt að setja rafalan inn ef landtengingin er tengd inn á samtennuna. Já. Þetta var síðasta spurningin í þessu verkefni. Þá skulum við líta aðeins á rafkerfi kínabáta. Og þá höfum við hérna í efni á inninni heimaverkefni rafkerfi skipa, 18VFS og 18RK. Hér er tabla 16.1, já, og sjá hluti C. Hérna eru ísar reglugerðir sem að þurfum líka að, það er líka spurningar þeim. Og þannig að hér er spurningar úr rafkerfi kínabáts. RK, þetta er hérna liður 5 hérna. Hér höfum við það. Og teikningarnar sjálfar, það er langt best að nota PDF skjölin, eina PDF skrá sem að er hérna, já, sem heitir hérna teikningar úr kínabát PDF. Það er þessi hérna. Og þá sjáum við hvað er svipað í þessum kerfum. Eins og hérna með, hérna eru samtennarnir, busbar 1 og busbar 2. Og hérna sjáum við svo rafala, 2 rafala, mjög svipað. Hérna er rafali 1 vinstra megin, rafali 2 hægra megin. Og landtenging er hérna lengst til hægri. Hérna er landtengingarspennirinn. Hérna er 63 ampere öryggi frá landi. Og sjáum við hérna er einangrunarspennir, landtengingarspennirinn. Og hann kemur þá hérna í gegnum hér er K1 og K2. Hérna 80 ampere mert. Sjáu þið til hvað er þetta? Sko, hér höfum við samtennuna. Busbar, stendur þetta busbar 2 hérna. Við höfum skoða tengur kínabát. Já. Það er best að opna skjalið þarna, PDF skjalið. Liður 5 þarna undir efni. Þannig að finna það. Ok. Skoðum sem sagt þessa teikningu. Það sé á blaðsíðu 3 líklega. Þessi mynd hérna. Þar sem við sjáum sem sagt heildaryfirlit myndina yfir kerfið. Og við getum borið saman hvernig landtengingin er sýnd hérna og það sem þetta var sýnd í vélarsalsteikunum. Hérna er Q3, hann er
landtengingarrofin. Þetta afrofið við landtengingu og hérna sjáum við meira en þetta bara yfirströmsvörnin. Sjáum við minna en undirspennusbólan hérna. Og þessi handvirkur, sjáum við það. En svo sjáum við hérna til hliðar við það Q2 frá rafalag 2, generator 2 hérna. Þessi 40 kW hérna. En sem sagt, segir mér eitt, hér landtengingarspennirinn. Til hvers þá þessi búnaður hérna? K1 og K2. Hérna landtengingarrofin. Það eru 2 rofar hérna, hlið við hlið. Já, fyrir. Já, af hverju eru þeir 2 hjá? Eigum að skoða nákvæmlega þetta atriði í vélasalsteikninguna. Finnum vélasalsteikningu þar sem við getum séð nákvæmlega sambærilegt. Sjá. Já, færum þetta hérna yfir. Sjáðu. Hérna erum við með landtengingarrofan, aðalrofan. Það Q3. Hann heitir líka Q3 hérna á þessari mynd hérna. Það þessi Q3 hérna. Og svo eru þessi 2 hérna hliðtengdur. Svo hérna straumspennir. Og svo kæmi hérna landtengingarspennirinn, einangrunarspennirinn hér fyrir neðan. Og síðan kæmi kapall og kló. Og sem sagt þannig að ef við reykjum okkur frá landi, í landi þar erum við með vör, eða 3 póla var. Og síðan tengill þar og tengjum landtengingarkapalinn þar í með klónni og svo kemur kapallinn að landtengingarspenninum í skipinu. Við sjáum hann ekki á þessari mynd en við sjáum hann hér aðeins fyrir neðan á þessari mynd hérna. Hérna landtengingarspennirinn. Þetta öryggi gæti verið annarkot í landi eða í skipinu. Það gæti líka verið að þetta sé bara í skipinu. 63 ampera fyrir framan forvafið á landtengingarspennunum. Og Shore Connection hérna landtengingin, merkt hérna 400 volt plus 0, 63 ampere. Ok. Og eftir vafið á landtengingarspennunum þá kemur þetta hérna inn á þessar 2 hliðtengdu. Hvað gerðu aftur þessi 2 hliðtengdu hérna? Það var þetta hérna. Hvað gerðu þetta hérna? Hvað þræla að berða þetta sig? Það var Þetta setja þetta á upptökuna. Og næsjur! Hérna höfum við sem sagt ef að fasaröðin ekki rétt inn á sem sagt ef að hérna fasaraðarsjáin, sko við getum prófa hana áður við setjum náttúrulega landið inn á net, ja, við verðum að gera það náttúrulega, við tengjum bara kapalinn í land og þá getum við strax prófað fasaraðarsjána sem að þessi búnaður hér, sjá. Þá
tékka á því, er rétt fasaröð eða er röng fasaröð. Og ef það er röng fasaröð, hvað gerum við þá? Þá breytum við þessum róa hérna. Þá breytum við fasaröðina hérna inn, annarkort er þessi hérna inni eða þessi er inni núna á tengingunni. Ef við breytum honum, þá fer þessi hérna róa í staðinn, við hliðina, og hann gefur okkur aðra fasaröð. Þá tekum við á því aftur og þá fer hann í rétta snúningsátt og þá getum við fengið rétta snúningsátt inn á bátinn frá landi, skiljið. Þá snúast alltaf dælur rétt og öll færibönd snúast rétt og svo framvegis. Þetta er mikilvægt að prófa áður við setjum Q3 landingarófan inn. Hafið þið gert þetta einhvern tímann sjálfir eða með öðrum í skipi? Hafið séð þetta? Nei? Tengt land í skipi. Ok? Þetta er sem sagt þessi aðferð að tékka fyrst á hvort það sé rétt fasaröð og síðan að tengja landið. Einfalt mál. En það er bara vissara að tékka á þessu svo að maður sé ekki að fá inn vitlausa fasaröð og láta dælu snúast öfugt, skiljið. Og ég held að sé jafnvel til búnaður núna sem að gerir þetta sjálfvirkt, að hann bara kemur í veg fyrir að sé hægt að tengja landrofan ef að fasaröðin er ekki rétt. En ok, þá förum við áfram í þetta verkefni og við sjáum hérna sem sagt, þá erum við með, þetta er í rauninni aðal taflan má segja, við erum með tvískipta safnteina og við sjá hérna er Q4. Hann er í rauninni bara til þess að sé hægt að hérna slíta hérna í sundur safnteinana. Þannig að ef að verður rafmagnsbilun öðru hvoru megin, til dæmis ef það yrði rafmagnsbruni hérna hægra megin við þar sem að rafalið 2 kemur inn, þá getum við tekið út þennan rofa, hann er bara handvirkur, og þá getum við keyrt í land og á bara með framleiðslu frá hérna rafal 1, skiljið. Þetta er líka svona til staðar í vélasalnum bara með því að þar eru skinnurnar, það er hægt að bara skrúa þær í burtu, skinnur. Og það er hægt að slíta sem sagt þar í sundur, bara handvirkt, en ekki með svona rofa. Þetta er bara þægilegra að geta haft svona rofa til að taka annarkot hlutan úr notkun. Og svo sjáum við hérna, sem að við ætlum að skoða svolítið betur, það er hvernig útleiðsla í skipinu er mælt. Þetta eru svona vertíðabátar, millistærðar skipi. Hér er sem sagt jarðtengingarlisti, sem sagt Protect the Earth, jarðtengimerki hérna, þar sem öll jarðtengt tæki koma inn á með sitt gulgrana vél. Og síðan er 0 hérna, skinna. Og til þess að fylgjast með hvort það sé útleiðsla í skipinu, þá er sem sagt þráður milli 0 og jarðar tengdur í gegnum straumspenni. Og þessi straumspennur, hann er tengdur við straummæli sem að gefur okkur aflesningu í milliamperum til að sýna okkur hvað er mikill útleiðslustraumur. Yfirleitt örlítill útleiðslustraumur eða já, talsverður getur verið í þessum skipum. Og ef að hann sýnir alveg nákvæmlega 0, þá er örugglega kannski allt of mikill straumur á ferðinu og þá er bara mælirinn orðinn ónýtur. Þá þarf að fara að leita að útleiðslu. Þetta er sem sagt aðferð við útleiðslumælingu í þessu rafkerfi
þar sem að við erum með 3 fasa, 0 og jörð. Ok, þá skulum við fara betur í verkefni sjálft. Þar sem að við erum með spurningar hérna. Það er ákveðið tilvísunarkerfi inn í þessu og það er verið að tala hérna ákveðið blað að blöðin eru semst reituð. Það eru tölustafir og það eru bókstafir. Við skulum skoða hvernig þetta lítur út. Sjáum við hérna að tölustafir, það er svona eins og ef við myndum snúa þessu rétt fyrir okkur, þá er það eins og dálkur. Jú, ég get kannski snúið þessu. Já. Rotate. Hérna, nú er ég komið með þetta hérna. Sjáu þið að fyrir lóðrétta dálkana eða reitina, þá erum við með tölustafi. 1, 2, 3, 4 og svo framvegis. Hérna, áfram. Þannig að þá getum við fundið ákveðna spólu í segulráða. Og svo sjáum við í töflu hérna fyrir neðan hvar snerta er á hvaða stað. Og þannig getum við séð hérna með þessu kerfi. Og þá erum við með til vinstri, þá erum við með bókstafi. Eða reyndar eru hafðir hérna til hægri. Þá höfum við sem sagt A, B, C og svo framvegis. Til dæmis eins og hérna dálkur 7 og við værum með D, ef það er 7D, þar er þá eins og segulrofi C7. C stendur fyrir kontaktor, þetta er eldri merking af spólu í segulrofa og eða bara almennt tákn fyrir segulrofa, C stönd fyrir kontaktor. Í dag þá er þetta merkt sem sagt K, stórt K. K1, K2 og svo framvegis. En hérna eru allar þessar tengingar merktar með C í staðinn fyrir K. Þá vitið þið af því. Sem sagt, tölustofarnir, þeir sýna sem sagt að dálkana er lóðrétt og bókstafarnir lárétt. Og C1, hann er með spólu í reit 3D á þessari tengingu. Og svo er fyrir neðan spóluna þar er tafla með númerunum 4.1. Og þetta segir okkur að snertu segulrófar C1 sé í teikningu 4 í reit 1. Þannig að fyrri tölustafurinn er teikningin og reiturinn er seinni tölustafurinn. Við skoðum það. Þá er hérna, sjáum við 4, það er að teikning 4 og reitur 1. Og hérna var C1. Þannig hér. Ef við athugum annað dæmi hérna, hér er tafla T12, hún er T12 hérna, það er hérna. Ok, þannig að
dæmið, tabla T12 í reit 1b sendir leiðslu á nokkur staði, til dæmis 9.3. Það segir sérst okkur að þetta fer á tengingu 9, reit 3. Þar 24 spenna eða tenging frá töflu T12. Það sjáum við hérna, 9.3, þess að tenging 9, reitur 3. Og 24 spenna sem fer þá á þennan stað á tengingu 9. Svona þetta áfram hérna og hvar spennunar frá töflu T11 notaðar? Þá þetta fyrsta spurningin í þessu verkefni og þá svarið við því á tengingu 3 í reit 6. Sjá hérna töflu 11. Hérna tabla 11. Sjá hérna. Hérna tabla 11 og það á tengingu 3. Reitur 6, það svolítið ógreint hérna ofan, en það stendur hérna 6 alveg greinlega hér. Og síðan á tengingu 4, reit 1 og tengingu 8, reit 2 og á reit 1. Og síðan spurt hérna hvað rofinn C3 með snertur. C3, hann hérna. Hann með snertur hérna á tengingu 4, reit 1, reit 2, reit 3 og tengingu 5 í reit 3. Sjáum það á töflunni hérna. Og þá því svarað hérna. Normally open snertu á tengingu 4, reit 1, 2 og 3 og á tengingu 5 í reit 3. Svo ýmislegt sem að vantar á þessar tengingar og stundum vantar tilvísanir, þannig að þið getið skoðað þetta. En ég ætla að sýna ykkur þá í rauninni þá sleppum við að svara hérna 2. Það hægt að finna þetta með því að leita beðil að þessu. En aðeins að svara hérna spurningu 3 og það spurt hérna hvar snertur C50 að tengja og það við þurfum að finna þær. Þetta blaðsíðu 17 sem sagt eða teikning 7 í reit 8. Að finna teikningu 7 reit, já. Og ég finn þetta þannig að það er merkt hérna í hring, skrifað inn á teikningar til dæmis hérna 17 og það er það sem er sett hérna í sviga í verkefninu. Sjá ég hérna, stendur hérna blaðsíðu 17. Það er það sem er skrifað númeraðar blaðsíðurnar. En það sem sagt C50 er reit 7, teikningu 7, reit 8. Þá fer ég upp á þá mynd. Teikningu 7, það er teikningu 7, það passar hérna, page, hérna í 7 sem sagt. Og reitur 8, þá erum við með hérna reitin sem er lengst hérna til hægri. Þá sjáum við hérna, hér er C50 sem að spyrja um. Það er spurt hérna, hvað snertur C50 að tengja? Þær sem sagt að tengja innkomandi rafala inn á samfessuna, ljósin, þar stendur hérna synchron lights á teikningu. Erum við ekki búin að finna þessa tengingu? Þetta er þarna.
síðan er spurt hérna hvert fara leiðslurnar 4, teikning 4, reitur 7. Þetta hérna, já, þetta fer sem sagt, þetta hérna 4, þetta er í rauninni fer inn á teikningu 4, reit 7. Þetta hérna fer inn á safnhinnana, sem sagt busbar 1, í gegnum sjálfar þar. Þannig, þegar að þið komið að svona rafkerfið, þá þurfið þið aðeins að setja ykkur inn í rafkerfið áður en að fara að koma upp bílanir og svona. Þá er mjög mikilvægt að geta átt að sjá því og hvernig maður á að finna út úr svona teikningum. Hvernig þið að lesa ykkur til, hvað þið að finna leiðir til þess að leita að búnaði sem að gæti verið bílun í eða eitthvað slíkt. Þess vegna erum við að kenna ykkur að fara í gegnum þessar tengingar. Og þá í seinnitíman og fimmtudaginn þá klárum við þetta verkefni og förum svo í atriði úr verkefnum þá fyrir próf sem verður þá væntanlega í mánudagstímanum vikunum þar og eftir. Þá er það próf 3 úr þessu efni. Það er úr báðum þessum teikningum sem sagt og síðan úr verklegu æfingum, úr samfærsunaræfingu sem að við förum í gegnum bílaleiti mótor og mjúkræsi og hraðastýringar æfingunni. Það eru aðalega þessar 3 æfingar sem við eigum eftir. Já. Það var eitthvað æfingapróf inni á innunni. Já, ég skal opna fyrir það. Það eru 2 próf eftir, já. Það er próf 3, já, og lokanámsþátturinn, já. Próf 3 verður þá í næstu viku á mánudaginn. Nei, lokaprófið gæti orðið í vikunni þar á eftir á mánudaginn.